Jæja, meistarar, heyrið í mér. Í dag ætlum við að kíkja á algjört leynivopn. Þetta er formúlan sem býr til framtíðra sigurvegara. Eru þið klár? Svarið þessari spurningu í alvöru. Af því að núna opnum við leikbókina. Þetta er nákvæmlega það sem þjálfarar út í Evrópu, hjá UEFA, nota til að búa til næstu stórstjörnur fótboltans. Allt í lagi, köfum þá beint í þetta. Þetta er siguráætlun okkar. Á næstu mínútum förum við ítalega yfir 2-4-1 kerfið. Og þetta er ekki bara einhver uppstilling, þetta er leikskipulag sem getur breytt ykkar liðið í alvöru ósigrandi vél. Sko, þetta snýst ekkert bara einhverja tölur á töflu. Alls ekki. Þetta er grunnurinn. Þetta er hvernig atvinnumannaliðin hugsa. Og lekillinn, hann er eiginlega bara einn. Að búa til þríhyrninga. Allstaðar á vellinum. Af hverju þríhyrningar? Jú, því þá ásá sem er með boltan alltaf, og ég meina alltaf, að minnstakosti 2 valkosti til að senda boltan. Og það ger okkur nánast óstöðandi. Jæja, byrjum aftast á vellinum, varnin okkar. Aftur ekki bara einhverjir varnamenn, þetta eru klettarnir, grunnurinn sem allt liðið byggir á. Hver er fyrirmyndin? Hugsið Virgil van Dijk, sjáuð hann fyrir ykkur. Er hann einhvern veginn stressaður? Nei, hann er alltaf yfirvegaður. Það er þetta hugafar sem við erum að leita. Alveg ísköld ró og fullkomin stjórn. Passi nú upp á þetta. Mikilvægast atriðið er þetta. Ekki pannika og bara þruma boltanum ekkert í burtu. Aldrei. Þið eru fyrsta skrefið í sóknin okkar. Þið byrjið spili boltanum stutt af yfirvegun. Það eru þið sem setti tónin fyrir allt liðið. Allt í lagi. Færum okkur aðeins framar. Hérna koma velarnar. Þær sem keyra liðið áfram með endalausu orku. Já, ég er að tala kantmennina. Og hver er maðurinn? Horfið á Bukayo Saka. Þessi gæi á kantinn, hann nota hvern einasta sentimetra, er alveg óhræddur við að taka menn á og er eldsnöggur. Hann er einfaldlega martröð fyrir hvern einasta varnamann. Heyrðu, ykkar hlutverk er tvískipt, mjög mikilvægt. Í sókn, halda breytt. Farið alveg út af hlíðarlínu, verið eins og limd við hana. Þannig opnum við völlin. En leið og við missum boltan, þá breytist átt. Þá er það sprettur, tilbaka og hjálpa vörninni. Alltaf. Jæja, nú erum við komin á hjartanu, að heilanum í líðinu. Þetta eru leikstjórnendarnir, þeir sem hanna spilið okkar, þetta eru arkitektarnir. Og það er enginn sem les leikinn eins og Kevin De Bruyne. Enginn. Hann veit nákvæmlega hvar allir eru. Jafnvel áður en hann fær boltan sjálfur. Og hvernig gerir hann það? Hann er stanslaust að skanna. Alltaf að líta í kringum sig. Svo reglan er einföld. Áður en boltinn kemur að þér, kíktu í þér öxlana. Hvar er plássið? Hvar eru samherjarnir? Hvar eru andstæðingarnir? Með því að vera alltaf að búa til þessa þríhyrninga, þá tryggið þið að það sé alltaf auðvelt sending í boði. Það eru þeir sem stjórnið höðanum í leiknum. Og þá er komið að manninum í framlínunni. Leikmanninum sem lifir og hræst fyrir eitt, mörk. Þetta er rándýrið okkar. Hugsum Erling Haaland. Hann er auðvitað ótrúlegur markaskorari. En hann er svo miklu meir en það. Hann er líka okkar fyrsti varnarmaður, hann eldir, hann pressar stanslaust, en svo þegar tækifæri gefst fyrir fram að markið, þá er hann algjörlega miskunnarlaus. Svo hlutverkið er alveg skýrt. Án bolta, þá ertu varnarmaður. Þú eldir og þú truflar. En þegar boltinn er nálægt markinu, þá breytist allt. Þá ertu veiðimaður og þú klárar verkið. Ok, flott. Nú erum við búin að fara yfir hverja einustu stöðu. En nú kemur það mikilvægasta. Stærsta leyndarmáli er nefnilega ekki hvernig einn og einn spilar, heldur hvernig við spilum öll saman, sem einn heild. Hjá UEFA þá eru oft talað eitt hugtak og það er teygjan. Prófið að hugsa allt liðið eins og eina risastóra teygju. Allir hreyfast alltaf saman. Hún annarkvort dregst saman og verður lítil eða hún teygist og verður stór. Og hér sést munurinn alveg skýrt. Þegar við verjumst leið og við missum boltan, þá dregst teygjan saman. Við þéttum raðirnar og gerum völlin alveg pínu lítinn fyrir andstæðningin. En svo vinnum við boltan. Hvað gerist þá? Þá teygjum við. Kantmennirnir spretta út af línu, við færum okkur í sundur og gerum völlin eins risastóran og við mögulega getum. En heyrðu, hvað er límið? Hvað heldur þessari teygju saman? Jú,
Það eru samskiptin. Að tala saman úti á velli er ekki eitthvað auka. Það er algjör nauðsynli. Það eru í raun töfrarnir sem láta allt ganga upp. Og þetta þarf ekkert að vera flókið. Alls ekki. Hér eru 3 ofureinföld köll. Læri þessi orð. Ef allir nota þau, vá, þá verður lífið svo miklu auðveldara fyrir alla samherjana. Og munið eitt. Allar þessar stjörnur, Van Dijk, Saka, De Bruyne, Haaland, þegar þeir voru á ykkar aldri, þá voru þeir að læra nákvæmlega það sama. Þeir lærðu sitt hlutverk, þeir lærðu að spila fyrir líðið og þannig vurðu þeir bestir. Svo, munum þetta. Þettu þitt hlutverk, spilaðu fyrir liðið og síðast en alls ekki síst, hafið gaman að þessu. Nú er komið ykkur. Fara út af völl og spilið eins og sannir meistarar.